Þá ætlum við að renna okkur í annan hlutan af fyrsta kaflanum úr bókinni Eðlisfræði 1. En við erum að fjalla um rafmagn. Rafmagn er í raun bara þegar rafeindir fara á hreyfingu. Þær þurfa að fara eftir einhverjum leiðara, til dæmis rafmagnsvír, því án leiðara þá komast þær ekki neitt. Hve mikil orka kemur með rafmagninu, hvað við getum notað mikla orku, fer annað hvort eftir spennunni eða strömmnum. Aðalega eftir spennunni reyndar, en við getum unnið upp lága spennu með miklum rafstraum. Hérna er ég búinn að teikna upp 4 myndir. Við táknum mikla spennu með svona stórum kassa, þá kemur mikil orka með hverri rafeind, en lága spennu með litlum kassa, þá kemur minni orka með hverri rafeind. Og það er náttúrulega best að vera með háa spennu og háan straum, þá fáum við mesta orku. En ef við höfum ekki kost á því, þá getum við verið með háa spennu en lítinn straum, lágan straum. Eða lága spennu en mikinn straum, háan straum. Þá kemur meira, en það kemur meira með hverju einu. Þetta getur gefið okkur álíka mikið rafmagn. Svo náttúrulega minnst að vera með lága spennu og lágan straum. Það eru rúm 100 ár síðan ljósaperan var fundin upp. Það er ekkert allir sammála hver fann upp ljósaperuna, en það var Thomas Alva Edison sem á einkaleyfi, eða fékk einkaleyfi á ljósaperunni og er svona formlega séð talin vera sá sem fann upp ljósaperuna. En margir telja að menn sem unnu fyrir Edison hafi í raun fundið upp ljósaperuna og benda þar margir á mann sem heitir Nikola Tesla. Tesla hætti fljótlega að vinna fyrir Edison því að honum líkaði ekki vinnubröðin hjá honum og hann fékk ekki viðurkenningu fyrir þá vinnu sem hann vann hjá honum, þannig að hann fór að vinna bara sjálfstætt og vann eða gerði margar af helstu uppgötvunum sem eru tengdar rafmagni sem gerðar hafa verið. Þetta er einn merkilegasti uppfinningamaður og vísindamaður sögunar, Nikola Tesla. En burt sér frá því hver fann upp ljósaperuna, þá gagnast hún okkur verulega og hér sjáum við 4 gerðir af ljósaperum. Við skulum byrja á hérna gömlu gerðinni, bara gamaldags glóðarþráðarpera eða glópera. Þá kemur rafmagnið inn vír, vírin liggur hérna uppi og svo kemur, og það er nokkuð svona vír sem getur borið töluvert mikið rafmagn, en vírin sem liggur hérna yfir heitir glóþráður. Hann er yfirleitt úr efni sem heitir wolfram. Hann er mjög grannur og getur flutt takmarkað rafmagn. Við það að fara yfir glóðþráðinn þá byrja rafeindirnar að troðast yfir og nuddast og við það myndast hiti því þar komast ekki allar yfir og ekki nógu hratt. Og við það að hitna þá byrjar glóðþráðurinn að glóa og það kemur ljós. Svo halda rafeindirnar áfram út hérna megin út annan vír og halda áfram ferð sinni straumrásina. Við skoðum straumrásina betur á eftir. Halógenperur eru svipaðar að því leytinu til að þar er glóðþráður, en glóðþráðurinn er í hylki þar sem er einhver eðalgastegund sem kemur í raun veg fyrir að hún tærist eða eyðist ekki upp, glóðþráðurinn eins og hann gerir hér. En ástæðan fyrir því að menn nota wolfram í svona glóðþráð er að wolfram er sá málmur sem þolir mestan hita. Þannig að þó þetta hitni verulega, að þá tapast, bráðnar ekki glóðþráðurinn. Gallinn við þessar perur er hvað er hitna mikið og hvað er endast í raun stutt með við aðrar perur. Við notum alltaf miklu orku í þær líka út af þessum hita. Það tapast svo mikil orka út í formi varma eða formi hita. Sparperur eru betri hvað þetta varðar. Í sparperu eru við með gas hérna inni og við það að leiða rafstraum í gegnum gasið að þá fara þær að lýsa. Það er nota miklu minna rafmagn heldur en glóperur eða halógenperur. Halógenperur nota aðeins minna rafmagn en glóperur og endast mikið lengur, en þessar bæði endast lengur og nota minna rafmagn. Vandamáli við þar er hins vegar þær eru dýrar og það er í þeim kvikasilfur og önnur efni, þannig að þær eru vondar í framleiðslu og við mögum ekki henda þeim í ruslið. Við þurfum að skila þeim og það þarf að eyða þeim.
Það eru þungmálmar og dóti hérna í sem má ekki fara í ruslið. Það er ekki gott fyrir umhverfið okkar. Þannig að það eru kostur og gallar við þessar perur. Síðan erum við með svokallað díóðuljós sem eru pínu litlar perur. Þær hitna ekki og gefa frá sér mismikið ljós, en til þess að fá mjög mikið ljós þá þurfa ansi margar perur. Þess svona díóðuljós eru mikið notuð orðið í seríum og þess áttar. Miklu öruggari heldur en glóðaþráðaperur því að þær hitna ekki og nota miklu minna rafmagn, þannig að það er miklu minni hætta á einhverjum óhöppum og að það kveikni í út frá svona seríu heldur en svona gamaldags glóðaþráða seríu. Straumrás er þegar við erum með rafmagn frá aflgjafa, til dæmis batteri, og rafmagnið kemst í hring. Við skulum skoða þetta nánar. Hérna sjáum við brettið þar sem við getum sett upp straumrás. Ég ætla að setja upp einfalda straumrás. Og nú ætla ég að tengja hérna peru við batterið, en það kemur ekki ljós. Ég er búinn að tengja þetta saman. Jú, hvað þarf ég að gera? Ég þarf að loka straumrásinni. En það kemur heldur ekki ljós. Jú, þetta snertir ekki hérna. Ég verð að setja þetta saman og þá kemur ljós. Leið og ég opna, þá ríf ég straumrásina. Rafeindirnar komast ekki hérna yfir lengur og þar af leiðandi slöknar á perunni. Svona lítur rafmagnsteikning út sem rafvirkjar vinna eftir. Þá sjáu það rofinu svona, ef ég smetla á hann þá lokast hann. Þetta er ennþá skýrara þegar ég er með þetta svona. Hvort að munurinn er að við sjáum ekki hvort það er ljós á perunni eða ekki. Hérna sjáum við svo rafeindirnar fara. Þær fara frá mínusnum og koma inn í plúsin, og þar sem er svona bleikt í kringum þar hafa þær mikla orku. Þær eru svona orkulausar þegar það fara tilbaka. Ef þær fær ekki tilbaka þá myndur rafeindirnar bara klára strax sér og þá gerist ekkert. Nú erum við búin að sjá munin á lokaðri straumrás sem að virkar og opinni straumrás sem virkar ekki. Svona virka slökkvarar, til dæmis þar sem við kveikjum og slökkum ljósin heima hjá okkur eða þar sem við erum. Rafspenna sem ég talaði áðan og mælir orkuna í rafmagninu, við mælum það í voltum, notum bókstafinn stórt vaff til þess að tákna volt, og rafstraum mælum við í amperum, notum stórt A til þess að tákna það. Efni sem við notum til þess að flytja rafmagn frá einum stað til annars eru aðalega málmar, og það eru 3 málmar í lótukerfinu sem eru áberandi bestu leiðararnir. Það eru kopar, silfur og gull. Kopar er langbest notaður, þó hann sé lakasti leiðarinn af þessum 3, einfaldlega vegna þess að kopar er ódýr, það er til nóg af honum, þó hann sé notaður ýmislegt, en þá er til ansi mikið af honum, og kopar er nógu góður leiðari í flest sem við gerum. Ef við viljum vera með einhver lítil tæki þar sem við viljum að rafmagni komist betur á milli staða, þá nota menn silfur eða gull, og í raun er það silfur sem er besti leiðarinn, þó svo að menn gullhúði oft tengi aftan á einhverjum dýrum magnurum og svona, en það er eiginlega betra að silfurhúða. Járnvírinn er innan í gúmmíhulsu hérna, báðir vírarnir, það er til þess að koma í veg fyrir að þessi 2 vírar snertist, því að rafmagnið er að fara kannski í þessa átt hérna megin og í þessa átt hinum megin. Það má ekki rugla því, þá fer allt í vitleysu. Svo er annar einangrari utan þetta. Efninaflega sem að leiða ekki rafmagn köllum við einangrar, og það er til dæmis plast og gúmmí sem er oft notað utan víra. Ástæðan fyrir því að rafmagn fer auðveldlega málma eins og þess að nagla hérna er að rafeindirnar í frumöndum málma eru frekar lausar. Það er eiga auðvelt með að hlaupa á milli frumeinda því þær er ekkert svo fastar við kjarnan. En þá er þessu lokið.